Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Komið sæl, Rauðaborðið heldur áfram hér á samstöðunni. Til mín er komin Sævar Þór Jónsson, hæstaréttardómari, ertu velkomin. Já, takk fyrir. Ég las grein eftir því á Vísi, það sem varst að tala dómara og gervigrind. Þegar ég las hana, þá voru ég að segja, sko, ef að þú ykkur hluta vegna stemdi mér, ég er ekki lögmaður, en ég má vera mig sjálfur, ekki rétt? Jú. Já, og sko, og ég gæti þá stuðst við gervigrindina. Sem einstaklingur í vörnum. Já. Þú gætir nýttir gervigrindina í að halda upp í vörnum, þar að segja, það er svona í þessu okkar réttarkerfi það var ætlast til að menn skilin greinagerðum sem eru þá bara varnir þínar í máli og þú gætir stuðstu gervigreind í þeim efnum, sko. Já. En það er ákveðna áhættufaktorar í því en gervigrindin er bara komin það langt að það væri vel hægt að hugsa sér að það sé staðan, sko. Já. En er þú farin að nýta þér gervigrindin í þinni vinnu? Já, sko, lögmenn eru farin að nota gervigreind í auknum mæli og málið er það að hún nýtist okkur sem svona, hvað ég segja, hjálpatæki en þróunin í gervigreindinni, ég held að fólk átti sig ekkert á því er orðin það mikil að maður er alltaf farin að sjá bara mjög reglulega miklar framfarir í þessari gervigreind. Og sumum finnst það óhugnalegt en þessar framfærir eru orðnar það miklar að maður gæti til dæmis hugsa sér að gervigreindin gæti komið í staðin fyrir mannshöndina í sumum málum, afgreiðslumálum og það eru þekkt erlendis að til dæmis innan dómstóla þá eru svona einföld afgreiðslumál en þau eru afgreidd með gervigreind. Þannig að gervigreindin hún... En ekki gervigreindin kveður ekki upp dóm? Það er alveg afgreiðsla til dæmis, maður getur séð fyrir sér í svona málum þar sem að snúa að ölvunarakstri eða mál sem snúa að vímuefnanotkun eða sektum eða slíkt að þá gæti gervigreind gert það, eða hún getur þá kveðið upp úrskurði eða eitthvað slíkt og maður jafnvel sér fyrir sér að það væri hægt að nota gervigreindina sem svona sáttamilunartæki áður en að mál færi fyrir dóm, sko. Þannig að hún er orðin ansi öflug. En ef þú verður út að gervigreindina þá er náttúrulega berið alltaf ábyrgð á henni. Já, sko, lögmannafélagið er búið að setja ákveðna svona viðmiðunarreglur varðandi það að gervigreindin, sko, við berum ábyrgð á henni. Allt sem, ef við notum gervigreind, þá þurfum við að, eins og þeir segja, fakttjekka eða kanna vel, staðreyndir og hvort þetta gangi upp og hvort þetta sé rétt. En það er líka í þessu ákveðin sparnaður sem við eigum auðvitað að gæta þess að okkar umbjóðendur nýti, þar að segja úrvinnsla mála, tíminn sem fer í að vinna mál styttist, þannig að það hjálpar líka ekki bara okkur heldur líka þeim skjólstæðingum sem við erum að vinna fyrir. Þannig en gervigreindin hún er orðin þannig að eins og í þessari grein sem ég er að vitna, þú ert að vitna í, þá er ég að velta því fyrir mér hvernig framtíðar sýnin verður. Og ég held til dæmis að við erum að reka okkur á það að dómar sem eru kveðnir upp í héraðsdómi, þeim er kannski snúið við í landsrétti, svo er þeim aftur snúið við í hæstarétti. Og það oftar en ekki kannski einhver túlkunaratriði sem að mönnum yfirsést við úrlausdóma. Og ég sé fyrir mér að gervigreindin gæti komið meira þarna inn í því að hún er miklu hraðari í því að greina álitamál og koma með fordæmi og lausnir. En sú vinna er eflaust mikil hjá okkur oft að einmitt að leita fordæmi til fyrri dómar og jafnvel þingræður eða skjöl úr þinginu. Já, við náttúrulega styðst mikið við lögskýringargögn eins og dóma og dómafordæmi og gervigreindin er ansi fljót í að bara hún finnur þessi fordæmi á örskorsstundu. Þetta er bara sekundubrót sem og hún er kannski þess vegna farin líka að búa til tillögur að svörum og niðurstöðu, Þannig að gervigreindin, við erum, eins og ef við tek bara okkar, réttarkerfi, þegar maður sér fyrir sig líka að þetta muni fara út í heilbrigðiskerfi og fleira,
En þá það þannig að það er ákveðin þyngsli í dómsmálum á Íslandi. Mál taka summál sem eru tiltölulega einföld taka og langan tíma innan dómskerfisins. Já. Og maður velti fyrir sér hvort að við þurfum ekki bara að fylgja þeirri þróun sem er orðin að nýta okkur tæknina meira. Aha. Og ég sé líka fyrir mér að sko bara innan hjá lögmannsstofum og innan lögmannsstéttina almennt þá munum við nýta gervigreindinni í að þess vegna hafa minni mannskap, að minni kostnaður og úrvinnslan er miklu hraðari sko. Og en auðvitað eins og þú bendir á er rétt, við náttúrulega lögmenn berum ábyrgð á niðurstöðunni, en það sem að ég óttast bara búin að vera í sinnar í 2 áratugi er það að yngri kynslóð lögmanna sem hafa ekki kannski reynsluna af því að hafa verið án þessara tækni. Þá er ég að tala um lögmenn sem eru búin að flytja mörg mál og eru málflytjendur. Við erum kannski í þeirri stöðu að við höfum ákveðna reynslu sem yngri lögmenn hafa ekki og þegar að kannski yngri lögmenn sem eru að fara innan þetta svið nýta sér þessa tækni sem er í orðin mjög öflug að þá er hætta á því að það gætu að menn halli sér of mikið að tækninni. Þannig að ég er nú líka kannski að segja að hún er góð, hún mun þróast, hún mun taka yfir ákveðin svið innan réttarkerfisins en við þurfum að fara varlega og þá kemur reynsla eldri lögmanna inn í að passa upp á það sko. Ykkur sem hafið kynst hínum. Já, og þetta er líka, sko, gervigreindin kemur aldrei í staðinn fyrir málflytjendur en hún kemur, sko, hún vinnur þessa grunnvinnu mjög hratt sem þarf til að byrja mál. Og gervigreindin er farin að undirbúa innheimtumál og hún er farin að koma með góð svarbref og ýmislegt. Þannig eins og þú nefnir að einstaklingar gætu nýtt sér það sem vilja verja sig í auknum mæli. Já, en það er hérna, ef að gervigreindin er notað til að svara kannski innsendum erindum, að þá þyrfti forsætisráðuneytið að taka þetta í gagnið vegna þess að ég er búin að fara eins formlu og ég get til að fá viðtal við Kristrúnu Frostadóttur og það er ekki einu sinni, kemur ekki einu sinni staðfesting á móttökunni sko. Já, ég skil þannig að ég... En sko til dæmis í erlendis er gervigreindin notuð til þess að svara erindum innan dómstóla sko, það er í Evrópu og það er annars stað sko. Þannig að þetta væri til dæmis mjög öflugt tól í það sko. Og mér finnst sko við erum náttúrulega með ákveði kerfi sem er sko orðið, ég meina dómsmál á Íslandi til dæmis eins og í Landsrétti það er farið að taka 1,5 ár að fá niðurstöðu í málum hjá Landsrétti sem er ótrúlega vont. Já, og úrvinnsla bara það er þungmál mörg hver og það er málafjöldin hann hefur aukist og ég velti fyrir mér sko hvort að það sé kannski ekki bara komin tími að dómstólar og í réttarkerfi nýti sér þessa tækni í úrvinnslu mála sem eru tiltölulega einföld og regluverkið er skýrt þannig að gervigreindin gæti reyna að komast að niðurstöðu tiltölulega fljótt sko. Já. Þannig að þetta eru áhugaverðir tímar en sko, ég held að fólk átti sig kannski lítið á því hversu hröð þessi þróun er. Hún er gríðarlega hröð og gervigreindin, hún lærir líka. Þannig að þegar þú ert að vinna með gervigreind eins og innan lögfræðinnar, þá er hún líka að átta sig á því á hvað sviðum þú ert helst að vinna með og hún aðlega sig að því. Þú svolítið jákvæð fyrir þessu? Ég held að ég jákar ekki jákar, ég er náttúrulega sko, ég held bara að maður verður að horfast í augu við eitthvað sem er ekki hægt að vinna gegn og jafnvel þó menn settu reglur greind og notkun gervigreindar, þá er ég ekkert samferður það að það muni sko hafa mikil áhrif sko. Þetta er rosalega hröð þróun og þetta er ekki bara innan lögfræðinnar, þetta er líka innan held í heilbrigðisgeirans og þetta er á fleiri sviðum og við erum að horfa á það sko að til dæmis að reka lögmannsstofu er frekar dýrt, þetta er dýr mannafli og ég held að gervigreindin muni þetta koma í auknum mæli inn í rekstur á lögmannsstofum sem verður þá til þess að það verður minni þörf á fólki eða það er að segja ekki alfarið en að einhverju leiti þannig að það verða breytingar. Ef þú biður gervigreindin eitthvað og svo skilar hún bara strax en þú náttúrulega þekkir alltaf eitthvað til málana, þú þekkir lögin sem á þannig að þá ertu fljótur að lesa yfir það sem hún gerir. Er það ekki þannig?
Já, sko, ég er fljótur til dæmis ef þetta á réttasviðum sem að ég þekki vel til, þá er ég fljótur að átta mig á því hvar villurnar eru og hvar hlutirnir eru í lagi, þannig að ég er þá fljótur að leiðrétta en enga síður þá hjálpar gervigreindin það mikið þegar hún stillir upp einhverju niðurstöðu, þá get ég nýtt punktana úr því ef að ég tel það að vera rétt og svo eru náttúrulega alls konar leitavélar og ég veit ekki hvort að fólk hafi áttað sig á því en gervigreind til dæmis sem Google hefur upp á að bjóða í dag, hún er ansi öflug og hún er öflug á flestum sviðum. Það er alveg ótrúlegur hraði sem er komin í þá þróun. Sko. Mjög. Þannig að, og meiri að segja, sko, maður getur orðið gert rekstrar áætlanir, sko, í gervigreindinni, hún leitar að upplýsingum þig, hún leitar upplýsingum til stofuna þína og rekstratölur og fleira og hún kemur með svona grúndikt niðurstöð og segir, hefðu, þetta er staðan í dag og þetta er það sem átt að gera og ég hef til dæmis leikið mér svolítið með gervigreindina einmitt eins og bara að gera rekstraráætlanir eða beðið gervigreindina áætla fyrir mig sko líkindi á ákveðnum aðstæðum og hvaðina og hún kemur alltaf með svör. En hvernig þá með persónuverndina? Já, það er vandamál og það er eitthvað sem held ég fólk hefur ekki kannski mikið spáð í því að við sem lögmenn verðum að passa okkur á því að þegar við erum að nota gervigreindina þá erum við að mata gervigreindina með upplýsingum í málum sem við erum með frá umbjóðendum og það er vandmi farið því að það er eiginlega þannig að við vitum kannski ekki hver geymir þessar upplýsingar og þannig að í mínu tilviki þá passa ég mig þannig að ég eyði þessum upplýsingum innan gervigreindarinnar þegar ég er búinn að fá niðurstöðu en ég líka passa mig á því að vera ekki með persónulegar upplýsingar þegar ég nota hana en ég er ekkit vissum að það séu allir sem átta sig á því gervigreindin er svona eins og hún sé lifandi entity ef ég má nota það orð og ég er hansi hræddur það að þetta sé ekki allt til batnar, ég held að það sé líka þannig að það sé ykkur upplýsingasöfnun sem eigi sér stað. Þannig að þetta getur nú svo nýst víðarheldur dómstólum segjum bara að einhverju manni er illa við mig og finnst ég hafa hallað mikið á sjálfstæðisflokkinni sko, þá getur hann bara fengið það bara strax. Já, hann getur mata gervigreindina bara sagt nafn þitt og fjallað þínar pólitísku skoðanir og fengi gervigreindina til að greina þig sko gagvart á, eins og segja, einhverjum pólitískum öflum, hvað þú hefur skrifað í fortíðinni og hvernig þú hefur og þá er þá bara komin einhver svona greining á þér sem persónu og þínum stjórnmálaskoðunum. Sko. Og þetta er í raun og veru þá óhugnanlega við þetta. Já, hlýtur að vera. En það sem ég held að þurfa að gera er það þurfi að aðeins að áðurna menn kannski sko ég sé fyrir mér að gervigreindin verði notuð í auknum mæli til þess að tryggja ákveðnast niðurstöðu eða rétta niðurstöðu í málum. Það er að segja að það er gott að nota þetta sem hjálpartæki við það að greina mál og komast að réttri niðurstöðu en ég held að áður en að það gerist þá þurfi menn að átta sig á þessu persónuverndarsjónarmiði hvernig eða hvaðan upplýsingarnar hvert er að fara og hvar eru veikulekkirnir í því að tryggja það að það sér ekki notaðar sko gegn fólki. Það hafa komið upp tilvik erlendis þar sem að menn hafa hreinlega falsað sko greinar og dóma í gervigreind og það er eitt af því sem lögmannafélagið er að svona með í þróun að reyna að búa til einhverja leikreglur varðandi þetta og gera þá menn ábyrga fyrir því ef að þeir eru að nota falsaðar upplýsingar út á gervigreind. Já, en samt sem áður þá, sko, mér er svona að segja, þá stöndum við öll svona berskjaldaðir heldur við verið. Það er, sko, hlífar eða varnir frá okkur ekkert til lengur. Það er hægt að fletta okkur upp bara ef við leita eftir einhverju skoðunum manns til dæmis, að þá er það bara þannig að sá á enga vörn, hann er bara tekinn bara og háttaður. Sko, já, það er þannig. Ég er búin að kynna mér þessa gervigreind þannig að ég hef til dæmis látið gervigreind greina
hluti, jafnvel persónur, bara til þess að kanna hvernig hún bregst við. Og hún greinir þig. Ég hef til dæmis sett upplýsingur sjálfa mig og fengið hana til að greina mig, ef ekki orðað þannig. Og hún gerir það. Hún gerir það, sko. Og hún segir, sko, hvað þú ert búin að gera fyrir hvað þú stendur fyrir bara, það eru ótrústu hlutir sem koma upp og þetta þannig að hún leitar í allstaðar, hún fer út allt, sko. Og þetta svona svo lifandi tæki sem að bara, þú veist, segir, þú skrifar þessa grein á þessum tíma. Þar var þín skoðun eða hvað það sko. Þetta svo ókveikjandi. Þetta er ókveikjandi og mér finnst, sérstaklega stjórnvöld á Íslandi, að vera mjög einhvern veginn, þessi umræða hún er mjög lítil hér á Íslandi. Og þetta eiginlega þannig að þetta eins og í vísindaskáldsögu en staðnýttin svo að við erum komnir í hana, hún er byrjuð. Já, einmitt. Já. Og alltaf að lesa handritið ekki. Já, sko, ég fór að þegar það eru komnar svona gervigreindir innan míns fags og ég fór að kynna mér þetta og ég fór að hugsa, ég skal alveg kynna, ég var mjög skeptiskur á þetta, ég segi, hvers slags vitleysa er þetta? Hvað eru menn að fara að reyna að selja manni hérna að maður að gera? Svo fer ég að pröfa hana og ég er að pröfa sko nokkuð tæki og það er með ólíkindum hvað þetta tæki er öflugt og það er með ólíkindum hvað það er í raun og veru sko, já, ég skal nota orðið óhugnalegt vegna þess að þú getur talað við gervigreindina og hún svarar þér eins og þetta sé bara lifandi persóna sem er bara hinum megin, sko, þess að sé eitthvað bara við ykkur að tölvu út í heimi að segja, sko, Sæll Sævar eða Sæll Gunnar, hvað segir, já, mér finnst þetta, sko. Hún gefur skoðanir á hlutum. Og ég hef, sko, notað hana í málum sem ég hef verið með, en auðvitað eins og ég segi, sko, ég þarf að tjekka allt, sko, allt sér rétt og ég hef meiri segja reynd að villa fyrir henni, sko og meiri segja reynd að segja hluti sem er ekki, þú veist, rétt til þess að sjá hvernig hún bregst við og hún er ekki alveg fullkomlega sko í lagi en hún samt enga síður sko, hún segir við þig já, þessar upplýsingar eru góðar, það breytir fyrri niðurstöðu minni, sko og svo spyr hún þig líka, hún spyr þig viltu að ég afli frekar upplýsingu þetta tiltekna atriði, viltu að ég stilli upp svarbrifi við þessu þannig að ég held sko, og ég held að við eigum til dæmis innan menntakerfisins þá held ég að sko, ég hef heyrt það til dæmis frá kennurum sem er að kenna við háskóla að þetta er orðið stór vandamál nemendur eru farin að nota gervigreindina mjög mikið og hún er farin að sko vera vandamál innan háskólasamfélagsins. Já. Þannig að og við erum sko á sama tíma og það gerist, þá eru, og þetta er bara mitt persónulega mat, þá eru kröfur til nemenda í menntakerfinu lakar en þar hafi verið og á móti kemur þá er þessi tækni komin, þannig að það er spurningin sko hversu mikið er fólk með sko svona, hvað ég segja, rökhugsun fyrir hlutunum eða lætur það bara gervigreindan þetta sko. Og það er það sem ég til dæmis óttast líka innan minnastjættar er það að yngri lögmenn eða lögfræðingar fari bara treyst og mikið á tæknina og eigin rökhugsun víki. Já, sem er náttúrulega alveg galið. Sem er bara mjög líklegt að gerist. Já, hérna mér dætti þú að tala um svona með að nemendur að láta gervigrindina fyrir sig. Það var þegar ég var í stýrimannskólunum og þá voru nokkrir í bekknum sem voru ekki mjög góður í íslensku. Þá pössum við okkur að fara þannig á borðinn að þeir sæju mig alltaf, sko. Og ef það var 1 N til dæmis, þá setti ég 1 putta út fyrir borðbrúnina. Það voru 2 að setja inn og ef það var uppsulón, þá var þetta merki. Og allir tóðust íslensku prófið. Já, þetta var nú bara svona stíl, sko, sem var að lesa. Þakks þér. En auðvitað erum við, sko, kannski erum við bara löt uppi höfuð mannskepna, sko. Við reynum að fara alltaf stystu leiðina, sko. En eins og ég segi í þessari grein sem ég skrifa gervigreindina, þá segi ég, sko, að það er kannski inngangspunkturinn. Við eigum að nota hana til að vera nákvæmari
hjálpa okkur að vera nákvæmari. Þá er ég ekki að segja að treystin alveg í blindni, Nei. bara að vera nákvæmari. Og við eigum að reyna að létta á okkar nú þegar sko þunga kerfi sem er í dómstólum til að afgreiða mál sem hægt er að afgreiða með tiltölulega einföldum hætti. Já. Við eigum til dæmis ekki að vera að eltast við all þessi umferðilega brot þar sem að menn þurfa að mæta fyrir dómara eða taka tíma dómstól út af fíknefnabrotum og þess aftar. Það má breyta þessu systemi og gera þetta einfaldar og skilverkar og þar kemur þessi tækni inn. Ég myndi treysta inn í það að einhverju leyti og ef menn eru ekki sáttir við þá niðurstuð þá geta menn, þá væri bara búið að semja eitthvað þannig kerfi að menn gætu þá komið athugasemdir en enga síður þessi tækni fyrir hendi, hún er fullkomin þarna, en svo hefur hún ekki þessa getu það sem að það er svo kallað hérna í okkar réttafari að það er sko frjáls sönnunarmat, þar sem dómarinn bara horfir á vitni og fólk og metur líka svona bara hvað honum finnst trúverðugt sko. Það skiptir máli og það er gervigreindin ekki að fara að taka sko yfir, ekki allan ekki næstu framtíð held ég sko. Já. En þetta eru mikla breytingar sem eru framöndan og byrjaðar sumstaðar eða ekki? Jú, ég held að sko rekstramódel til dæmis bara í okkar réttakerfi verði þannig að við erum alltaf svolítið eftir á Íslendingar eins og þú veist. Við erum alltaf einhverjum áratugum eftir á. En ég held að það væri þannig að þetta muni breyta landslæginu algjörlega bara við rekstur á dómstólum, lögmannstofum, í stjórnsýslunni. Ég meina stjórnsýslan er með mál sem eru frekar þung og það var hægt að nota gervigreindina í það sko. Já, þurfi ekki alltaf vera að googla hvert atriði? Jú, sko, svo er þetta náttúrulega líka spurningin sko, hvernig samfélag viljum við? Ég meina ef við ætlum bara að styðast við það að þetta sé allt bara í gegnum einhvern skjá og við erum bara að afgreiða mál bara í gegnum skjá og þetta persónulega touch eins og við þekkjum, það er farið, hvernig samfélag er þetta? Og það er engin að setja leikreglur þetta hér, það eru þetta byrjað einhverju leiti og innan Evrópu líka, en svo þurfum við bara að vera raunsæ og hugsa sko, þó við setjum reglurnar verður framfylgt sko, það er allt oft þannig sko. En ég held að ef við horfum þetta svona bara almennt að þá er gervigreindin að verða þannig að við sem einstaklingar munum einangrast alveg gríðarlega mikið af því að við munum alltaf styðja okkur svolítið mikið við þessa gervigreind sko. Að félagslegi þátturinn er alltaf að fara meir og meir út, ég meina þú fer ekki í útibú lengur í dag sko. Ég fór allt með móðum minni hérna í gamla daga í útibú í banka og það voru svona fólk var að tala saman og þekkti hvort annað. Í dag er þetta bara allt komið í tölvuna og svo mun gervigreindin alveg taka það yfir bara að þú sækir lán eða ert í samskiptum og þá einmitt komum við að þessu með upplýsingasöfnunina því að þá getur gervigreindin kannski hugsanlega einhverju leiti hafnað einhverju beiðni á grundvelli þess að það er einhverju upplýsingar sem hún er búin að safna þig sem en kannski... En það ekki Kreditinfo búið að vera í mörg ár? Jú, Kreditinfo er náttúrulega stærsti gagnabanki þína fjárhagslegu sögu og meira. Ég meina það er ekki bara fjárhagsleg saga sem þeir safnaðu þetta fullt af upplýsingum hvort þú sérst búin að vera einhverjum dómsmálum og fleira sko. En sem er sko mega er bara geima það út í það óendalega? Nei, þið mega það nú reyndar ekki sko. Nei. En þeir eru að vinna sko þegar starfsleyfi er útgefið af persónuvernd sko og þar eru ákveðna reglur varðandi vistun upplýsinga. En ég sé til dæmis fyrir mér að sko næsta skref hjá þessum gagnaböngum eins og Kreditinfo, það er það að þeir selji bara upplýsingar. Þú veist, inn í einhver svona apparat eins og gervigreind sko. Þannig að hver veit. En það, en sko, hann náttúrulega má ekki geima í áratugi fjárhagsupplýsingar einhvern einstakling sem að gerist kannski verið 20-25 ára. Nei, en við veitum náttúrulega ekki hvað gervigreindin getur gert. Já, ég segi það. Þá er það kannski svona til að raska ykkur jafnvægi sem hefur verið eða hvernig orða það. Já, til dæmis er bara sem dæmi sko þó að Kreditinfo eyði upplýsingum og það með ekki nota þær, eins og til dæmis bankarnir mega ekki geima upplýsingar eða nota upplýsingar í ákveðin tíma, þá gæti hugsanlega sko gervigreindin vistað einhverju upplýsingar sem enginn heldur utanum og það gæti nota gegn þeir sko. Þú veist, þetta apparati er bara orðið þannig sko. Þetta er ekki bara skoðanir okkar, heldur gjörðir okkar líka. Já. Það er bara þannig. Og ég menna ef ykkur til dæmis skrifar því einhver komment eða nýðgrein eða hvað það er sko, þá er þetta komið í
kosmosið og gervigreindin pekar það upp og kannski ert að fara í atvinnuviðtal eða hvað og það er bara yfirmaðurinn fyrir inn í gervigreindin og segir, getur þú sagt mér eitthvað þennan einstakling hérna, hvernig maður er hann sko. Og hver segir að hann megi ekki fara eftir því sem gervigreindin segir sko. Nei, hún er frálst að gera það væntanlega. Já, en við verðum svolítið að passa okkur sko að það er auðvitað netið, þetta er bara lifandi orðið, þetta er bara svo lifandi sko vera sem að sangar að þessir upplýsingum og deilir þeim og vinnur úr þeim. Sko. En það er líka þess að þú nefndir áðan að svona fíknefna dómar og fleira sem er þetta sko, umferðarlega brot og eitthvað. En svo er ég kannski alltaf að fara að ráða einhvern í vinnu. Og heyrðu þetta er hassfíkill maður, ég gerir það ekki. Já, einmitt. Það er kannski 20 ára gamall. Nákvæmlega. Og kemur manninum ekkert við þann daginn sem hann er að sækja vinnuna? Nei, og það er auðvitað, þannig kemur auðvitað kannski inn á annað svið sem er náttúrulega svolítið mikilvægt og hefur kannski því miður orðið svolítið halloka í íslensku samfélagi, það er þannig að við gerum öll mistök í lífinu. Við gerum öll mistök. Og við erum nú kristið samfélagi að vera og við erum að fyrirgefa og gefa fólki tækifæri og það hefur nú stundum ekki alveg farið mikið fyrir því undanfarið og það er mjög mikilvægt að átta sig á því að þegar það er að vera að safna upplýsingum fólk, hversu gamlar þessu upplýsingar eru og í hvað tilgangi verður að nota þér. Og það, maður sér alveg fyrir sér, þó ég get ekki fullyrt að gervigreindin gæti misnotað svona upplýsingar einhver leiti sko. Það eru til dæmis, ég veit til dæmis lögmenn, bara að segja þessi dæmi, sem eru að hætta lögmennsku til þess að fara að í forritun með gervigreind á alls konar sviðum sko. Gervigreindin er farin að forrita, hún er farin að taka yfir störf til dæmis forritara og mörg fyrirtæki til dæmis út í hennum stóra heimi eru farin að segja fólki út af því að gervigreindin er tekin við sko. Þannig að þetta er ótrúlegt batteri og þú getur þess vegna bara beðið gervigreindin að safna upplýsingum hinn og þessa og hvaðina sko. Það er ekkert henni óviðkomið, ekki neitt. Nei, þetta er ókvæðilegt sumt að sumt. Já, þetta er það og við verðum eiginlega svolítið að fara að vakna og átta okkur á staðreyndum hvað þetta varar, því að við verðum líka átta okkur á því sko að hvernig samfélag viljum við búa í. Viljum við búa í þessum mannlega samfélag þar sem að við erum í samskiptum og tökumst á eða viljum við búa í samfélagi þar sem að við hittust eða aldrei og erum með eitthvað tækni sem tekur af okkur ekki bara störfin heldur líka bara viðkynninguna. En við ráðum því vantarlega lítið sko. Því miður líklega, en við gætum allan að sko mótspyrnan það sem við gætum gert er það og það sem að mér finnst að við þurfum að sætta okkur við að hún er komin til að vera en við þurfum að þá að nýta hana að einhverju leiti til þess að byggja og gera hlutina auðveldari og betri og nákvæmari. Ég meina ég sé fyrir mér að innan réttafærslukerfisins það væri hægt að afgreiða mál fyrir og það væri hægt að vera nákvæmari og allt það sko en ég get og líka setja þá bara einhverja reglur og segja sko þessar upplýsingar sem fara hér inn þeir sem setja þar, þeir eru ábyrgir fyrir þeim og það þarf að gera þetta og þetta og þetta. Hvort það sé hægt, það veit ég ekki, það verður einhver annar að svara. Sko. Það vantar semst að umgjörna hvað má og hvernig má nota það. Já. Heyrðu Sævar Þór Jónsson, takk kærlega fyrir spjallið. Takk fyrir að bjóða mér. Og Rauðaborðið heldur áfram eftir eitt augnablik. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is